Af hverju skiptir uppsetning og að sýna útreikninga máli í starffræði? Sumir eru flinkir að reikna og sjá bara strax svarið og skrifa bara svarið. En af hverju skiptir þetta máli? Jú, þegar þetta eru stuttdæmi, þá veit ég á að gera margföldun á undan, forgangsröð aðgerða. Þannig að ég veit að ég á að fá 8 út úr þessu og þá er eftir að gera +3, ég fæ 11 út. Ef að við gerum þetta svona, en ég ruglaðist og hélt að 4 sinnum 2 væru 6 og fengi 9 út úr þessu, ef ég skrifa bara 9, þá fæ ég bara rangt fyrir þetta. Ef ég hins vegar sýni, ég ruglaðist bara hér, en annars kann ég þetta, þá myndi ég fá að minnsta kosti helmingin fyrir þetta. En hvað ef dæmin eru stærri? Hvað ef þetta er svona? Hér er ramsa, sjálfsagt getur eitthvað reiknað þetta í huganum. En hérna er sinnum 0, er það ekki bara svarið 0? Það er nokkuð að pæla í þessu. Við skulum skoða þetta. Aftur þurfum við að kunna forgangsröð reikniaðgerða. Ég byrja lengst til vinstri, ég fer í gegnum alla, að því það er engin sví og ekkert veldi, þá fer ég í margföldun og deilingu. Eins og sem engin deiling hérna. Hér fæ ég 12, 15, 14, hvað kemur út úr þessu? 0. Svo þarf ég að skrifa það sem er eftir, 2 plus, hér er plus, hér er mínus, hér er plus. 12 plus 4, 2 plus 12 eru 14, plus 15 eru 29, mínus 14. Ég fæ út úr þessu 15. Því í raun er það þannig að hér er 2 plus 12, það eru 14, mínus 14 er 0, þá er bara þessi 15 eftir, þessi plus 0 breytir engu. Við setjum dæmin svona upp, skrifum upp meira heldur en minna og þá er bæði minni líkur og ég geri mistök og ef ég geri mistök þá sér kennarinn hvað ég er að gera, sér að ég kann þetta, þó svo ég geri smá mistök þá fæ ég allavega eitthvað fyrir það sem ég er að gera.